Hérna erum við upp á inntakinu Söldatangalóni. Nei, Söldatangavirkjun. Það er svo alltaf lagt af stað og svo er allir strax svangir. Það er nestistími. Búrfellið, Hekla, hérna er virkjunin. Þá erum við að labba niður á Dink. Þetta myndi ekki kallast að vestanverðu. Hér hefur áður verið keyrt og slóðin í sjálfu sér liggur hérna þó nokkuð lengra niður úr, en eðlilega hefur þessum moldarslóða verið lokað. Það sem er allt orðið grafið, kallar bara á vesen með fólk á bílaleigubílum. Sjáum við það hvort að Duster fari hérna yfir. Nei, hann færi hérna til hliðar, myndi mynda ný för. Þannig að þetta er tilgangslaust. Nú erum við að koma að Dink. Svolítið labb. Hérna er Freyja litla. Já, Freyja stóra. Svolítið gaman að koma labbandi að. Það eru ofsalega drunur í fossinum og nafnið Dinkur á rosalega vel við. Það er svona bassa drunur í honum öllum. Það virðist vera svolítið vatn í honum, þannig að þetta verður gaman að sjá. Þetta er efri hlutinn. Kemur í svona flóðum. Ekki nær, Freyja. Fullt af flugu. Flugur remulaðinu vinstri hægri. Allt vaðandi í flugu. Og hvað maður skell í grill. Hún er búin að labba fram og tilbaka að Dink. Er fluga hjá ykkur? Já. Fluga.
sigla að ná sér í vatn. Þarf að fylla á fleiri brúsa? Já, ég geti gert það. Getur sett nýtt Við fórum bara úti. Getið það heitt. Ég er ekki verið að fylla brúsa. Hún er á sokkunum nota bene. Að fylla vatnið út, já. Þetta er fínt, þetta er bara fínt. Breyttur ofan á með teppið venni. Ég vil kinka þetta. Ætli við segjum þá ekki bara við séum kvittir, sagði Álfur og brosti til hans. Emil gekk nú með völlum og hann hefði farið við braut og tjaldinu hans svæfi drengur og þætti honum sennilegt að eitthvað væri bogið við ferðir hans því hann hefði verið honum samferða í rútunni frá Reykjavík í gær en farið úr á Blönduósi. Og borðuðu 3 bita í viðbót. Það var aftur allt komið í háa loft inn í barnaherbergi og þær urðu að fara úr skakka leikinn. Það veit rátt þetta í stelpunum, sagði pabbi. Aðeins þó bótur að þær borða heilmikið þó að séu svona búið, sagði mamma. Mér finnst nú vera kominn tími til að kenna þeim mannasiði, tautaði pabbi og hélt áfram að borða. Einn sunnudaginn kom Skeggi frændi í heimsókn. Hann var eftirlætisfrændi þeirra Snuðru og Töfru. Vilfríður frænka var líka væntanleg með alla klukku eftir handa sér. Loksins kom röðin að þeim og þær fengu fulla diska því að mamma hafði eldað graut í stærsta pottinu sínu. Snuðra og Töfra sátu sem fastast meðan þær borðuðu grautinn. Og þegar þær voru búnar með skattinn sinn, fengu þær sér aftur á diskinn. Þær létu eins og þær heyrðu ekki að brúðurnar væru að æpa á mat inni á spítalanum. Þær hafa gott af að læra að bíða, sagði Snuðra við Töfru. Eftir matinn fóru krakkarnir að virkriðar út í sólskinið að leika sér. Snuðra og Töfru langaði með, en þær urðu Nú erum við komin í Eldaskálann á Laugarvatni. Fínt nestistopp. Það skiptir ekki máli þó að rigni smá. Það er að finna sér gott borð og Hello. Allur byggður úr íslenskum við. Skógræktin hafi byggt þetta. Grill. Þetta er all. Klósett og alles maður.